Jóhannes Beck Ingason fæddist á Ísafirði 9. desember árið 1955. Þar ólst hann upp og framdi sín prakkarastrik. Jóhannes vann ýmis störf ævina, en við þekkjum hann helst í kennarastarfinu. Til dæmis vann hann við fisk- og kjötvinnslu, í tölvum og við rútubílakstur hjá Kynnisferðum. Hann lauk BS-gráðu í viðskiptafræðum. Sem kennari var hann oftast vinsæll, en vegna ákveðninnar var ekki alltaf auðvelt að umgangast hann, eins og fyrrverandi nemendur hans segja. Hann var fyrst og fremst góður kennari og stórkostlegur maður. Hann var til staðar sama hvað bjátaði á, og þó að sum okkar hafi lent upp á mótunum var hann ávallt með okkar hag efst í huga. Jóhannes lést á heimili sínu 21. janúar síðastliðinn eftir baráttu við krabbamein. Við sendum fyllstu samúðarkveðjur til fjölskyldu hans og nánustu vina og minnumst hans með hlýhug. Velkomin í 4. þátt Brennidepils 101 janúarmánuði 2010 og gleðilegt nýtt ár. Í þættinum munum við sýna viðtal við Sigfús Sigurðsson, handboltakappa. Við fengum líka álits fólk á strákunum okkar í Kringlunni og svo verðum við með slúður og allt þetta venjulega. Og núna komum við að slúðrinu. Heyrst hefur að Jónína dilli sér við FM hnakkatónlist. Að Berglind í 9. hafi tognað í bakinu við fyrstu tilrauninni við fimleika. Að Aníta í 10. bekk sé komin út í umferðina. Að Blási hafi verið til veislu með Harry Potter þema í tilefni 2 mánaða brúðkaupsafmæli Helgi Snæ og Össu í 9. bekk. Sögusagnir að hús Alexander Egilssonar í 10. bekk Nötri eru staðfestar eftir að fulltrúi Brennidepils leit á málið. Að Guðbjörg í 9. bekk hafi sigrað Vlad í 9. bekk í sjómanni. Að Jónatan sé komið með silfurlokk í eyrað. Að ónafngreindur nýnemi hafi stolið tyggjópakka úr Bónus og enda á hnjánum fyrir framan systur Sesselju. Að 2 nýjar stelpur eru komnar í skólan, Elisabeth í 9. og Þórdís í 8. Í slúðri ekki meira sinni. Brennidepils skrappnir í Valdsheimili og tók viðtal við Sigfús Sigurðsson, handboltakappa. Komið sæl, við erum hérna með Sigfússon, landsliðskappa og núna þjálfara 4. flokks kvenna, er það ekki? Jú. Nú byrja ég bara strax á EM. Hvernig finnst þér strákarnir hafa staðið sig? Mér finnst þeir bara staðið sem okkur vel. Já. Sóknarlega hafa verið að spila ágætlega. Ég hef séð þá spila betur, ég líka séð þá spila mikið vel. Varnarlega þá eru þeir að lagast mjög mikið. Já, tekið eftir því. Og síðan þess með náttúrulega andinn í liðinu vera mjög góður. Búin að vera þar reyndar í langa tíma mjög góður andi í þessum hóp. Þannig að mér finnst það bara að standa sig flott. Já. En er liðið jafn sterkt og það var á Ólympíunum? Ég var bara að vera fókafullur og segja nei. Það vantar náttúrulega bara mig í þetta lið. Að sjálfsögðu. Það saknaði nefndi flestir landsmenn. Já, ég saknaði fókislega mikið líka sjálfur. Já, ég trúi því. En hver var þá eiginlega til að hugga Ólaf Stefánsson ef liðið fer alla leið og nær verðlaunarpening? En nú ert þú ekki til staðar. Vá, ég veit það ekki. Það var svo gaman að grenja með Óla. Já. Þegar konan hans verður bara ekki að sækja hann til Austurríki svona viku eftir mótið við fara alla leið. Það sýti ekki ennþá grenjandinn í höllinu. Örugglega. Örugglega, ég held að það verður bara einhvern veginn þannig. Brennidepill skrappnir í Kringlu og spurði fólk spjörunum úr hvernig strákunum okkar myndi ganga á EM í handbolta. Íslenska landsliði í handbolta? Ég gerði það á henni, já. Hvernig fannst þér dómarnastin standa sig? Dómararnir stóðu sig ekki, það voru einu mennin sem voru ekki að vinna vinnuna sína. Það er satt. Hvernig heldur þú að Íslendingar myndi ganga? Já, ég vona sem best og með þessari baráttu og þessari leikgleði þá koma það til með að standa sig. Takk fyrir. Það var ekkert. Horfir þú á íslenska landsliði í handbolta? Já. Hvernig finnst þér þeir standa sig? Bara mjög vel. Horfir þú á leikinn áðan? Já. Hvernig fannst þér dómarnir að standa sig? Þeir stóðu sig ágætlega bara. Hefði átt að dæma samt leiktöf undir lokin. Hvað heldur að strákunni náðu langt í þessu móti? Ég stefni bara sigur, sko. Takk fyrir. Í handbolta? Já, það ger ég. Horfir þú á leikinn áðan? Já. Hvernig fannst þér strákunni standa sig? Mjög vel, mér finnst ég átt að vinna.
Og ertu ekki sammála að dómnir hefði getað gert betur? Jú, ég var ekki sáttur við dómgæsluna. Heldur að strákunni geti náð langt? Ég hef trú á því. Við bara, já, takk fyrir mig. Ókei. Horfir þú á Evrópumóti í handbolta? Já. Hvernig finnst þið strákunni standa sig? Bara mjög vel. Horfir á leikinn áðan? Já, ég horfði á. Varstu ánægður með það? Já, þeir voru bara heppnir, voru góðir að ná jafntefli á móti Króötum og 2 teknískum dómurum. Hvernig heldur að þið myndi standa sig á mótum sem eftir er? Þegar við klárum þetta, vinnum þetta. Takk fyrir. Nú erum við að taka viðtalið daginn fyrir leik Íslendinga og Norðmanna. Já. Hvernig heldur sá leikur fari? Það er rosalega erfitt að svara þessari spurningu. Því að við vitum það að Norðmenn náttúrulega eru ennþá þeirri stöðu að geta komist áfram. Þeir lögðu eiginlega allt undir leikinn í gær á móti Danmörku. Voru grátlega nálægt því að ná sigri sko. Og það er svona spurning hvernig þeir koma hugarfarslega í þennan leik. Hvort að þeir séu ennþá brjálaðir og ætli sér að fara áfram eða hvort þeir séu sem aðeins brotnir andlega. Áfram Ísland. Áfram Ísland. Nú er þættinum lokið, takk fyrir okkur og sjáumst í næsta þætti. Góðar stundir.